AA-bókin Reynslusögur. Ég upplifði kraftaverkið á AA-fundum. Ég var alinn upp í alkóhólisma. Pabbi drakk og við snerumst í kringum hann, kramin og bæld með tilherrandi skapofsakostum á milli. Foreldrar mínir skildu þegar ég var 10 ára. Skilnaðurinn var óbærilegur og ég kenndi mér um. Mér fannst þjáning betri en aðskilnaður og hef barist við það minnstur síðan. Foreldrar mínir voru vanmáttug börn sem varð að passa eða herfileg skrímsli sem varð að þóknast, en á sama tíma var ég í uppreisn. Ég faldi ástina til þeirra og greip til sama ráðs þegar ég fór í ástarsamband við alkóhólista. Manneskjan reynir alltaf að bjarga því fallega sem hún á, en getur falið það svo rækilega að hún man ekki hvar. Ég varð fórnarlamb og fannst heimurinn skulda mér eitthvað. Til að það virkaði bjó ég líka til harðstjóra sem sagði við fórnarlambið: þú átt ekkert gott skilið, þú ert ömurleg. Það sorglegasta í alkóhólísku sambandi er að maður reynir að þóknast til að fá ást, en það er engin ást. Maður neitar að trúa því og heldur áfram að þóknast. Þörfin fyrir ástina er svo mikil, maður þarf ást til að vaksa. Þörfin til að vaksa er kannski djúpstæðasta löngun manneskjunnar og hugtakið ást fer að þýða eitthvað annað en ást. Spenna, ringulreið, stjórnun og svo framvegis verða merkimiðar ástarinnar. Ég var til í að fórna kyni mínu ef það mætti veða til að pabbi tæki eftir mér og fór að haga mér eins og strákur. Ég var til í að fórna geðheilsu minni. Geðveikin afneitar raunveruleikanum. Maður hættir að sjá og heyra, misnotar skilningavitin eða gerir þau óvirk. Ég neitaði að sjá pabba í réttu ljósi, réttlætti höfnun hans, setti hann upp á stall og dýrkaði hann. Á þann hátt fór ég að dýrka ofbeldi og höfnun. Ég var hins vegar reið út í mömmu og kendi henni um ástandið. Jafnframt var ég hrædd við að særa hana því hún átti svo bágt og lét óspart vita af því. Þau tóku hvorugt ábyrgð og allir í fjölskyldunni voru í 2 hlutverkum, harðstjórans og fórnarlambsins. Það eru stríðshlutverk. Svipað og ég faldi ástina, faldi ég aðra eiginleika í persónu sem ég lokaði inni og hleypti aldrei út. Þegar ég byrjaði að drekka var eins og sú persóna breytist fram. Hún gat allt sem ég gat ekki. Hún var ég, eða það fannst mér. Ég skildi ekki að enginn getur dafnað í innilokun. Ég byrjaði að drekka 14 ára og man ekkert þetta fyrsta fylliríinu. Fylgikvillar sjúkdómsins komu í ljós eins og óheiðarleiki. Ég stal úr sjoppu þar sem ég vann og stal kærustum frá vinkonu minni. Blackoutið var eftirsóknarvert, vita ekkert, gleyma öllu. Víman var ruglingsleg og fljótandi. Ég var sjálf grjót inn í mér, alltaf að reyna að hafa stjórn á grjótinu. Víman listi þetta upp. Ég olli mömmu, afa og ömmu áhyggjum og meira að segja föður mínum, mér til mikillar undrunar. Áhyggjur þeirra voru stjórntæki í mínum augum og svo hvolfdi ég mig út af mína erfiðu æsku. Ég eignaðist fyrsta son minn 18 ára gömul en lauk 2 ára menntaskólanámi. Ég fekk viðurnefni vegna drykkju og því fylgdi svo mikil skömm að ég gat varla sagt frá því í meðferð 15 árum síðar. Ég hélt upp á 20-afmælið með 3 daga fylliríi. Sonur minn fór með ömmu sinni í sveitina 2 ára gamall og ég fór suður, himinlifandi yfir því að þurfa bara að hugsa sjálfa mig. Þótt ég hefði sinnt syni mínum vel, vorkenndi ég mér fyrir að hafa átt barn svona ung. Pabbi dó vorið og ekkert eðlilegt sorgarferli átti sér stað. Sumarið varð ég ástfangin í fyrsta sinn. Kærastinn minn var kvennagull og ég skildi ekkert í því hvað hann sá við mig. Auk þess tilherði hann undirheimum borgarinnar sem var æðislega spennandi. Sambandi stóð í 14 ár og þótt tilhugalífið var í rómantísk sprenging, varð sambandi fljótlega eins og rifin harmonika eða öllu heldur lífshættulegur farsi. Sambandið var sársauka næring, hvernig sem það getur passað. Í alkóhólísku sambandi passar það sem ekki passar. Ég kynntist hassi og fannst ég aftur uppgöta sjálfa mig. Þetta er ég, hugsaði ég, svona blíðlind og róleg manneskja. Ég var löngu búin að uppgöta að vínið var ekki ég. Ég var ekki ég þegar ég var edrú og ekki þegar ég var drukkin. Það er ótrúlegur sársauki sem fylgir því að vera ekki maður sjálfur. Það er eins og að vera ekki til, það er eins og að vera draugur. Hassið fór fljótlega að virka óþægilega á þessa blíðlindu mannesku.
Ég missti málið, fékk ofsóknarkennd, kvíðaköst og önnur geðræn einkenni. Ég lokaðist inn í sjálfri mér, það var líðan sem ég kannaðist við. Kærastinn minn ráðlaði mér að taka róandi töflur með hassinu til að slaka á. Ég slakaði á, en kannski var það mér til lífs að hafa fordóma fyrir róandi töflum, þær voru bara fyrir kerlingar. Seinna bjargaði það mér kannski líka að tileinka mér fordóma kærasta míns gagnvart þeim sem sprautuðu sig. En á sama tíma gátum við hlaðið amfetamíni í nefið á okkur eins og við ætluðum að gera stórskotaliðs árás á Bagdad. Ári eftir að við byrjuðum saman fór hann frá mér til útlanda og þá loks framkallaðist áfallið yfir dauða föður míns. Ég varð geðveik, gekk bæinn í síðum kyrtli og trúði því að ég var Jesús, alltaf á leiðinu upp í sjónvarp að frelsa heiminn. Fannst að eitthvað hræðilegt myndi koma fyrir sem ég ein gæti afstýrt, stöðugt að reikna út hvenar það gerðist. Það var ekkert pláss fyrir hið hversdagslega og óvænta. Ég fyllti upp í hverja smugu eins og geðveikur múrari. Hvert atriði laut lögmálum geðveikinar. Til að sá heimur gangi upp fegrar maður hann eins og hægt er. Hvað er fallegra en manneskja sem ætlar að frelsa heiminn? Það endaði með því að ég var lokuð inni á Kleppi. Næstu árin voru nær samfellt fyllirí. Þess á milli lifðum við heilbrigðu lífi í nokkrar vikur sem var jafn öfgakennt og hitt. Þá fengum við okkur vinnu, vorum á grænmetisfæði og reyndum að hætta að reykja. Annars var heimili okkar partysjoppa þar sem partíið stóð dögum saman og við trúðum því að við værum að reykja hass til að breyta þjóðfélaginu. Hassreykingarnar höfðu trúarlegt yfirbragð eins og neyslan öll. Það voru dagar þar sem ég lá í Austurstrætinu og fannst ég verið að gefa skít í allt. Þjóðfélagið sem ég tilherði og hina alkana sem voru of penir. Ég drakk eins og karlmaður, fjórfaldan viski, verslaði á svörtu og hvarf inn í einhver partí út í bæ dögum saman. Oft kom ég mér í lífshættu. Einu sinni rankaði ég við mér, búin að klifra út fyrir borðstokkin á skipi og hótaði að henda mér í sjóinn ef áhöfnin kemi nær. Ég vissi ekkert hvað gerst hafði þar á undan. Tungumál alkohólismans er takmarkað, það segir aðeins tvennt, gemjar og fuck you. Ég misti sambandi fjölskyldu og vini og meira að segja samband mitt og bróður míns var að bresta. Fjölskyldan sá ástæðu til að skipta sér af aðstæðum sonar míns með fulltingi barnaverndarsamtaka og ég var svipt forræðinu yfir honum þegar hann var 6 ára. Hann flutti til pappa síns út á landi og ég sá hann bara á jólum og páskum. Mér datt ekki í huga hætta að drekka en leit á þetta sem samsæri. Samt hafði heilög heild í lífi mínu verið slitin sundur. Það komu brestir í ástarsambandið, líkamlegt ofbeldi, framhjáhald og við vorum oft aðskilin. Á tímabili átti ég ekkert heimili en kom mér upp stöðum þar sem ég gat látið renna af mér. Lengsta fylliríið stóð í 9 mánuði. Ég gekkst upp í töffara ímynd. Töffara ímyndin var lífsnauðsynleg til að brotna ekki undan sársaukanum. Hver hefði líka átt að taka við sársauka? Ég treysti engum og skildi hvorki sjálfa mig né sjúkdóminn. Fræðslan í meðferðinni reyndist jafn nauðsynleg og aðfundirnir. En meðferð kom ekki til greina. Þeir sem fór í meðferð höfðu svikið lífið og sjálfa sig. Eftir að hafa farið mikla fyllirísferð til Kristjaníu og þaðan gegnum Evrópu og puttanum til Spánar kom ég heim og fór vestur þar sem sonur minn bjó. Veturinn einkendist að fylliríi en ég reyndi samt að sinna honum helgar. Það tókst ekki alltaf. Sumarið kom kærastinn minn og ég varð ólétt af tvíburum og tók ákvörðun að eiga þá. Það var eitthvað farið að gerast í mér. Mér langaði að finna sjálfa mig eins og ég kallaði það alltaf. Það var auðvitað klísja. Óléttu tíminn var eitt sá erfiðasti í lífi mínu en leið sá gjöfulasti. Sambandið var að slitna í sundur, mér tókst að vera allsgáð að mestu leyti, stundaði sund og borðaði kjöt og jógurt. Inni á klósetti var hins vegar fólk að sprauta sig. Ég reyndi að slíta sambandinu en það tókst ekki nema smá tíma í einu. Ég var dauðurhrædd að tvíburarnir myndu fæðast hræddir og taugaveiklaðir en þegar til kom höfðu varla sést hraustari og eðlilegri börn. Það voru 2 strákar og ég hafði þá á brjósti í 3 mánuði. Þá valdi ég spýttið fram yfir. Ef eitthvað var ég, þá var það spýttið. Ég starði í spegil tímunum saman út úr dópuð og hugsaði, þetta er ég. Ég verð að ná í sjálfa mig einhvern veginn. Kannski voru allar þessar stelpur ég,
þessi sem drakk, reykti hass og notaði spýtt. En það var ekki rétta leiðin að nálgast hana í gegnum þessi lyf. Auk þess sem hún hafði verið innilokuð sem fyrr segir. Hún var hel sjúk, skaut aldrei rótum, þetta sem ég kalla ég, framkallaðist örstutta stund, svo varð fjandinn laus. Ræturnar sjálfar voru vannærðar og laufskrúðið af þessu sama tré féll til jarðar í einu vetfangi. Ekkert var varanlegt. Þessar myndir af mér voru eins og svipleiftur og smám saman hvarf ég og sjúklingurinn tók við, alltaf að reyna að ná í myndina á sjálfum sér. Ég var að grafa í rústum eftir þessari mynd og rústirnar voru ég sjálf. Ég prófaði einu sinni kókaín og heimurinn var svo fullkominn að ég hugsaði með mér: þetta ætla ég aldrei aftur að nota. Þetta of hættulegt. En ég ætlaði að ná þessum áhrifum edrú. Ég stóð við það og síðan ég varð edrú hef ég fengið þessa upplifun að heimurinn sé heild og ég partur af honum. Sú upplifun dýpri en hinn. Kannski má segja að ég sé alltaf inni í þeirri upplifun. Þótt ég hætti ekki að nota dóp eftir fæðingu tvíburana byrjaði ýmislegt að gerast. Ég lauk menntaskólanámi og varð stúdent, gerði djarfari tilraunir til að slíta sambandinu, drakk stundum ekkert mánuðum saman, tókst að skrifa eitthvað sem hægt var að kalla heild en ekki brot. Þá kom maðurinn minn fyrrverandi, sagðist ætlaði meðferð og hvort ég vildi vera konan hans. Þá var ég búin að millifæra ástina mína til annars manns sem var nógu langt í burtu til að hægt væri að elska hann. Hver einasta fruma í mér æpti nei, en út kom eitt af þessum endalausu, óþolandi, lífshættulegu jáum. Við fórum að búa og það leið ár þangað til ég fór í Al-Anon. Mér fannst ég ekki vera alkohólisti af því hann var verri en ég og auk þess hafði ég minnkað drykkjuna af sjálfsdáðum. Ég var samt með sjálfa mig á heilanum, satt hjá sálfræðingum og geðlæknum að leita að ástæðu fyrir óhamingju minni og getuleysi. Ég var í Al-Anon í 3 ár og fekk heiftarleg grátköst á fundum. Við keyptum okkur íbúð eftir að hafa búið á ótal stöðum og fórum til hjónabandsráðgjafa til að vinna með líkamlegt ofbeldi sem hafði átt sér stað í sambandinu og ég gat ekki fyrirgefið. Ég refsaði honum með því að halda honum í fjarlægð og vildi ekki gefa honum tilfinningar mínar. Samt var ég áfram í sambandinu. Ég var góða stelpan og hann vondi gæinn. Við gátum ekki breytt þessu án hjálpar. En einn daginn skildum við, meðal annars vegna þess að honum fannst hann verða orðin svo miklu meiri en ég af því hann væri svo mikill AA-maður. Í stað þess að berjast fyrir sambandinu fékk ég hundleið á þessu öllu og sagði honum að fara. Kannski þorði ég ekki að berjast því mér fannst ég ekki eiga það skilið sem ég vildi berjast fyrir. Kannski átti ég alltaf að vera að berjast fyrir hlutunum en aldrei njóta þeirra. Það leið hálft ár, ég hætti að fara á Al-Anon fundi og datt í það. Ég þorði ekki að reyna við karlmann nema undir áhrifum. Í fyrsta sinn fann ég sársauka neyslunar. Sársaukin var svo mikill að mér langaði að drepa mig. Sú hugsun gekk þvert á lífsskoðun mína. Í öðru lagi var ég hrædd að missa tvíburana frá mér. Ég afbar ekki að missa frá mér fleiri börn. Ég gat ekki hætt að drekka og ekki haldið áfram. Á því stigi réttir maður út höndina eftir hjálp, þessa kreftu hönd, eða drepur sig. Ég ákvað að fara í meðferð. Vikuna sem ég beið eftir plássi var ég að berjast við þennan eina bjór. Ég molnaði niður og fyrir innan var lítið ósjálfbjarga barn. Þegar ég kom í meðferð var mér sagt að fara í kapelluna og beðast fyrir. Annaðhvort varð ég að gera það sem mér var sagt eða fara út. Ég var ekki að stíga þetta stóra skref til að halda togstreitinu áfram. Ég fór upp í kapellu og smám saman fékk ég trúna mína aftur. Trúna sem ég hafði falið. Mér var sagt að taka sporin og fara á sporafundi. Allt í einu byrjaði ég að treysta. Ég fann að það var verið að segja mér satt. Það má segja að ég hafi tekið sénsinn á því að fara að trúa á Guð og eftir því sem ég fór oftar í kapelluna fór að myndast samband. Ég fekk pottþétt andlega vakningu í meðferðinni og hef borið gæfu til að halda henni við. Og ég fann skilgreiningu á hugtakinu auðmýkt í sporabókinni en ég heyri ofta fundum að auðmýkt þvælist fyrir okkur alkohólistum. Í sporabókinni stendur: auðmýkt að viðurkenna sjálfan sig eins og maður er. Auk þess var meðferðin skemmtileg. Ég fór að taka leiðsögn og það var nýtt fyrir mér. Ég hafði verið að streitast á móti allt mitt líf. Ég var á sporafundum í 8 ár.
Þegar ég tók 5. sporið var eins og ég varpaði af mér alkohólistanum sem ég hafði borið á bakinu. Ég varð frjáls manneskja. Nokkrum mánuðum eftir að ég kom heim úr meðferðinni fékk ég heiftarlega vínlöngun og hringdi í yfirlæknin og sagði honum það. Hann spurði af hverju ég færi þá ekki að fyllir í. Ég sagðist ekki geta drukkið. Ég myndi deyja. Hann sagði, hvaða vitleysa, þú getur alveg drukkið. Það er spurning hvort þú viljir það. Þá skildi ég loksins þetta sem mér hafði verið sagt í meðferðinni að ég taki ábyrgð á sjúkdómnum. Síðan eru liðin rúm 10 ár og allt hefur breyst. Ég hef loksins fundið mig eins og ég kallaði það alltaf. Ég er í góðu sambandi við börnin mín og barnabörnin. Mér hefur hlotnast að ala upp tvíburassyni mína edrú frá því þeir voru 9 ára og hef lært að uppeldi samanstendur af öllum þessum litlu dásamlegu hversdagslegu atriðum. Mér auðnaðist að biðja elsta son minn fyrirgefningar og við eigum gott samband í dag. Hann og konan hans hafa gefið mér 4 barnabörn og ég er edrú amma. Afi minn og amma höfðu kennt mér að elska Ísland. Þá ást endurnýjaði ég og það er önnur saga á bakvið það. Ég á enn erfitt með að hafa stjórn á fjármálum og ég reyki ennþá en það hlýtur að koma. Þegar ég hafði verið edrú í 5 ár veiktist ég af geðhvörfum. Í fyrstu var það áfall en ég held að þar sem ég var loksins orðin ég, þá hafi sjúkdómurinn vogað sér að koma fram. Þannig gat ég tekist á við hann. Það tók mér samt 3 ár að þiggja lyfjagjöf, meðal annars vegna þeirra hættulegu sjónarmiða sem ríkja sumstaðar innan AA-samtakana að maður eigi frekar að vinna sporin en taka lyf. Ég hef stigið ný skref í minni vinnu, tekið þátt í félagsstörfum en samt hættir mér til að einangra mig. Þannig verð ég að gæta þess að vera í sambandi við trúnaðarkonuna mína en inn á milli hafa alltaf komið brestir í það. Það hafa þó aldrei komið brestir í fundarsóknina. Öll þessi ár hef ég alltaf farið á fundi, stundum 3 í viku, stundum 1 sinni í viku. Mér finnst gaman á AA-fundum. Þar upplifi ég þetta kraftaverki sem felst í tjáningunni og samverunni. Alveg eins og ég upplifi kraftaverkið í augum barnanna minna og hamingjuna sem fylgir því að fylgjast með þeim vaksa og hamingjuna yfir vinnunni minni og því að ég er enn að vaksa.